Jakob, þessi var aldrei hættu á það? Jó, bara mjög mikið. Ég ekki þessum að það er mátt skilja að vinna. Þú veist, við gerðum nóg en svo sem bara rétt svo. Og bara greiðlega sáttur með að finna einhverja leið til að vinna leikinn. Vinnið þennan leik hérna í kvöld, en samsögum fyrsti leikurinn á tímabilinu. Var eitthvað sem komur óvart svona verðandi leikliðsins? Núna, lærður eitthvað? Ekki óvart, af því maður veit aldrei almennilega hvernig fyrsti leikur er. Það getur einhvern veginn farið allavega. Þú veist, bara eftir svo margir hlutir sem maður og liðir reyna að púsla saman og þannig að þetta getur farið allavega. Og margt var ekki gott hjá okkur, en það sem náttúrulega ég ógeðslega ánægður með er að við, þú veist, svona nokkurn veginn héldum haus og fundum leið til að vinna og koma tilbaka. Tvö stig sem ekki tekin af KR á þessu tímabili, en hvaða máli skiptir að vinna Íslandsmeistarana hérna á heimavelli fyrir framan fólki ykkar í fyrstu umferð? Bara skiptir gríðarlega miklu máli að ná að vinna jafnan leik. Við töpum mjög mörgum akkurat svona leikjum í fyrra, bara á síðustu mínútunum, þannig að ég er bara mjög, eins og ég segi, glaður að hafa náð að vinna leikinn. Stjörnuliðið er rosalega gott, vantaði marga menn hjá þeim, þú veist, við vitum það alveg, en það sýnir líka bara hversu góðir þeir eru, hversu vel þeir spila saman með bara þeir sem eru inn á vellinum og þeir gerur rosalega vel. Þeir sendir Linnart í nokkuð skipti á línuna. Fyrir þá sem að muna eftir leiknum í fyrra, þá klikkaði hann á vítunum þar. Hann hittur öllum í dag þegar skiptir máli. Já, hann byrjaði í fyrra á móti Stjörnunni, klikkaði hann í lokin, en þú veist, svona heilt yfir tímabili var hann allt í lagi í vítaskotunum, þannig að bara gott að hann náði að hreinsa hugan og klára sér víti. Ármann næst, það er Reykjavíkur slagur, spenntur fyrir því? Já, mjög, bara gaman að spila við Ármann, mikil stemning þar og bara hlakka til. Kærar þakkir, Jakob, og gangi ykkur vel.